Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, hún Henný, en hún virk í Pieta-samtökunum. Velkomin. Takk fyrir. Þú hefur bæði tengingu persónulega og kannski þess sem að leitar í svona samtök. Já. Viltu byrja á að segja eitthvað aðeins frá þinni reynslu? Já, ég sem sagt missi bróður minn 96 og svo barnsfaðir minn 2016. Kem sem sagt frá litlu þorp út á landi, Þórshöfn. Og það var náttúrulega ekki mikið talað svona á þessum tíma 96, fyrst þetta gerist. Og svo fremur barnsfaðir minn sjálfsvíg og Raufarhöfn 2016. En þá hins vegar talað meira málin, sko. Þannig að þá fór maður meira í það að finna hvað get ég gert. Finnst þér eins og kannski hefur þurft þá líka að vinna út úr fyrra áfallinu? Klálega. Þetta var bara að opna gömul sár, alveg. Enda sami lögreglumaður með málin og bara allt og margt líkt. Og hvað fór þá í gang? Hvernig leitar þér aðstoðar? Já, það er náttúrulega ekkert sem grípur fólk. Nei, ekki neitt. Það er enginn sem kemur bara, já, hvað get ég gert fyrir þig? Nei. Þannig að ég bara hringi hérna á sjúkrahúsið og leita til áfallateymisins. Þar sem mér bara svona pent vísað frá, þar sem að ég varð ekki vitni eða koma að honum. Þannig að ég bara með ákveðnu minni komst áfram. Þú lést þér ekki segjast? Nei. Og komst áfram inn hjá sálfræðiteymi. En maður spyr sig, hvað með þá sem að standa ekki jafn fast á fótum sínum? Sem að segja bara allt í lagi, ok, ég skal þá fara. Já. Því að í þessu tilfelli þá ertu náttúrulega með barn heima og það þarf að sinna því og það þarf að sinna heimili og annað, þannig að Og þú fannst það bara, ég verð að fá aðstoð, ég get ekki ein og bara hjálpiði mér. Já, til þess að standa og vera til staðar fyrir aðra, þá þarf þú náttúrulega að standa föst á þínu, sko. Og ég fann bara ég þyrfti að gera það. Og þú fékkst þá aðstoð í kjölfarið? Já, ég fekk þá aðstoð í kjölfarið og stuttu seinna eða vorið fer ég að heyra af Pieta. Já. Þá fer ég að kynna mér svolítið, hvað er þetta fólk að gera? Og já, þau eru bara að gera mjög góða hluti. Í Reykjavík komið svona aðsetur eða húsnæði og fullt af fólki sem starfar fyrir Pieta, ekki hlutastarfi. Já, passar. Pieta-húsið opnaði sem sagt vorið 2018 og í teyminu eru 8 fagaðilar. Þá er ég að tala geðhjúkrunarfræðinga og félagsfræðinga og félagsráðgjafa og annað. Og til okkar í ár, bara svo ég nefni nokkra tölur við þig, þá hafa 1200 viðtöl verið veitt frá janúar til 18. september. Og Pieta sérhæfir sig í svona, það forvarnir eða bara viðbrögð við, eða hvað myndir þú segja að Pieta stæði fyrir? Sjálfsvígs forvarnir eða? Sjálfsvígs og sjálfsskaða forvarnir, já. Til Pieta mega leita allir sem að annaðhvort hafa misst aðstandanda eða sjálfur glíma við sjálfsvígshugsanir, sjálfsskaðahugsanir og einnig þeir aðstandendur sem að búa með einstakling sem að með svona hugsanir. Þannig þessi tala 1200, þetta er svona hópurinn allur. Svo kannski er þetta að greina það nánar hverjir eru þá þarna vegna aðstandenda eða eigin hugsana eða mist einhvern. Já. Klart. Það er greinilega mikil þörf. Það er mikil þörf og það er áhugavert að nefna að það hafa 24 allavega skráðir hérna á Norðurlandi leitað til Pieta. Leitað suður til Pieta. Og það er eiginlega það sem þú ert núna látað í draumum. Það er að það gerist eitthvað meira hérna fyrir norðan. Já, það er okkar stærsti draumur. Við viljum að opna hús hér, bara sambarilegt í Reykjavík. Vitaskuld mun smarra í smiðum, en það er þörf, mikil þörf. En til þess að það geti gerst, þá þurfum við fyrst alveg húsnæði, kvanta fagaðila og svo náttúrulega stuðning, fjárhagslegan stuðning. Því að Pieta gefur sig út fyrir að veita ókeypis viðtöl. Þú færð 15 viðtöl sem einstaklingur. Og fyrir sunnan er þetta rekið, er það borgin sem styður þetta og frjáls framlög frá einstaklingum og fyrirtækjum? Já, þeir fengu náttúrulega húsnæði, þeir eru ekki að borga því, þannig að það var algjör stuðningur. En svo náttúrulega eru frjálsu framlögin þar sem er að greiða fagaðilunum
og safnanir svona eins og göngurnar og allt þetta hjálpast alltaf. Klárt mál. Og númer 1, 2 og 3 er náttúrulega að vekja athygli á þessu og kynna þetta og það er náttúrulega kannski frábært að fá því þáttinn til þess. Já, það þarf nefnilega að kynna þetta, það er algjörlega þannig og ef við náum að bjarga bara einum þá erum við strax búin að bjarga einum. Málið er bara við þurfum að vekja athygli á því það er hjálp að fá. Þú ert ekki einn, hvort sem ert aðstandandi eða einstaklingur sem ert að glíma við hugan þinn og það er fólk þarna úti eins og þú og við ætlum að styðja ykkur. Þetta er náttúrulega núna átak í gangi sko, þú átt bara eitt líf og í tengslu við eiturlyfjaneyslu og unga fólki okkar. Þetta er samt ekki hópar sem að skarast eða hvað? Þetta er alveg, eða er þetta kannski eitthvað að skarast? Sko, að vissu leyti skarast þetta því að margir sem að glíma við svona vímuefnavanda sama hvað sort hann er, hugsa oft að þetta sé eina leiðin út. En við erum ekki sérhæfð í þannig þjónustu. Nei, þetta er bara stóra myndin. Þetta er stóra myndin, allir sem er að hugsa þetta, bussi frá neyslu. Já. Þannig að hér fyrir norðan þá þurfum við eiginlega bara að lýsa eftir, lýsum við ekki eftir bara húsnæði og stuðningi og framlögum og fólki. Klárlega. Ef fólk hefur áhuga, ef einhver er að horfa og segir mér langar að vera með, ég býð mig fram, eða ég á hús sem að stendur ónotað, við hvern hefur hann samband? Það má hafa samband við Pieta fyrir sunnan, klárlega, en svo má alltaf leita okkur upp á Facebook. Pieta bara á Facebook? Pieta, já. Við tökum öllum ábendingum og ég fann þörfina strax eftir gönguna í fyrra. Það var fólk sem hafði samband við mig persónulega, bara er einhver stuðningshópur, mér vantar aðstoð. Og það er svo lítið sem getur gert svona gegnum símtækið. Það vantar aðstöðu til þess að taka á móti fólki. Já, hittast, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Já, og sama eins fyrir börnin sem hafa mist foreldra sína. Þeim vantar líka einhvern stuðning. Þannig það er minn draumur að gera eitthvað svoleiðis líka, einhvern stuðningshóp. Það þarf alltaf fyrst að láta sér dreyma stórt og svo geta draumarnir fara að rætast. En takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu og gangi ykkur vel. Takk kærlega.